það sem raun og veru skýrir það að verðbólgan að aukast núna, þvert ofan í það sem núverandi stjórnvöld gerur ráð fyrir, sko útgjaldagleði þeirra og skattagleði. Og allir skattarnir ekki komni fram. Það var bara settir auknir skattar á sjávarútveginn. En skattarnir sem hafa mest áhrif á neysluna hérna innanlands eiga eftir að koma. Það búið að boða það að komi sérstakir skattar á ferðaþjónustuna. Og þá koma skattar á matsölustaði, alls konar þjónustu sem Íslendingar nota líka, ekki bara ferðamenn. Svo var Kristrún fyrir vestan núna í vetur að tala að hafa verið ósanngjarnt að köldu svæðin, að þau byggja ekki við sama kost og þau svæði sem búa nálægt jarðhita. Og það verið sjálfsagt mál að setja sérstakan skatt á orkuauðlindirnar þar sem þær eru. Og þá sem maður fyrir sér á að setja skatt á heita vatni hérna. Húshitun skiptir gríðarlega miklu máli og snertir öll fyrirtæki, allan almenning. Það sem fyrirtæki sem eru fyrst og fremst í opinberri eigu munu gera, ef það settur skattur á orkuna sem þau eru að nota, þau bara hækka verðið. Það er bara verðbólga. Ef að síðan settur skattur á rafmagni líka, það er rafmagn í öllu sem við erum að nota dagstaglega, það bara hækkar verðið. Þannig að þetta kemur fram sem skattar á einstaklinga. Þó að nafninu til sé alltaf verið að tala að setja skatta á fyrirtækin eða atvinnugreinar. Alltaf tekið fram að setja skattar á velstæð fyrirtæki eða það breytir engu, það lendir alltaf á almenningi hvort sem Það gerir það. Og þess vegna þessi stefna sem þau eru á með að reyna að skattleggja sig til hagsældar, hún mun alltaf mistakast. Það búið að reyna hana ótrúlega oft. Fræg dæmi eins og Svíþjóð og Kanada sem þurfti að vinda ofan af sinni röngu stefnu 91-23 og þá var einmitt áhugavert að það voru vinstrimenn á báðum stöðum sem fóru í það að vinda ofan af þessu vegna þess að þeir höfðu svolítið leyfi frá verkalýðshreyfingunni og öðrum til þess að taka til í velferðarkerfinu, til þess að lækka skatta á fyrirtæki, lækka skatta á almenning. Þannig að Kristrún raun og veru væri í kjörstöðu sko með sitt umboð til þess að gera einmitt þessa hluti. Það var einmitt það sem Friðrik Sófusson var að segja, að hún hefði verið í öfundsverðri stöðum þegar hún kom inn, vegna þess að Viðreisn og Flokkur fólksins og Samfylking hafðu ekki verið í síðustu 2 ríkisstjórnarsamstörum. Hefðu bara getað að byrja með hreint borð og eru með þannig í raun og veru umboð frá alls konar aðilum sem myndi aldrei leyfa Sjálfstæðisflokknum, Miðflokknum, Framsóknarflokknum að gera eitthvað, að þeir myndi alveg gefa þessum aðilum það eftir. Rétt eins og Kristrúnu leyfðist að tala útlendingamál með allt öðrum hætti heldur en að vinstrið hafði fram að því leyft sko. Já, og eitt sem að vera að hrósa þeim fyrir að þeim leyfist að tala lög og réttindi, lög réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Já. Ef að hinni flokkarnir hefði farið að stað með það hefði bara verið hóta verkfalli leið sko. Þannig að þetta er svona vegna þess að bæði út frá reynslunni, út frá sögunni, okkar reynslu og sögu en líka bara nágranna samfélagunum sem eru svipað upp byggð, þá blasir alveg við hvað eigur ráðstöfunartekjur almennings og hvað gerir það ekki. Já, og það er bara almennt að hafa meira svona skattalegt frelsi þá eða leyfa einstaklingum að sinna meira bara sjálfum sér og í raun og veru halda eftir meira af sínu ráðstöfunarfé. Og það er nú oft verið að tala að gera grín að Laffer-kúrfunni og slíku, en það er samt sögulega ef að fólk skoðar að þú lækkar skatta eins og var gert hérna 92 til 2000, þá jökust bæði skattekjur og ráðstöfunartekjur almennings á sama tíma. Já. Þessi Laffer-kúrfa hefur ekkert verið afsönnun eitt og menn eins og Gunnar Smári tali yfirlega þannig. Nei, en flesta sem hann svona trúir á hefur hins vegar verið afsannað. Já, með hræðilegum afleiðingum.